Við skulum fara yfir efni sem að geti komið á þessu prófi. Og þetta er hópur 2 þá sem að við förum yfir þetta með. Strákar, eru þið, já. Eru þið að spá í vélgæslukerfi núna? Við erum að fara í þetta efni hér. Að við erum að fara í litamerkingar á mótstöðum og þá er bara spurningum að fara yfir þetta efni fyrir prófið, skiljið. Og síðan förum við kannski í gegnum æfingapróf líka. Þá erum við með litamerkingu á viðnámi þar sem 3 litir gefa okkur upplýsingar um stærð mótstöðunar, 4. liturinn gefur okkur frávikið. Þannig að fyrstu 2 litirnir, það eru 2 tölur. Ef við segjum kannski 56 kílóum, þá væri grænn fyrsti liturinn og blár næsti og síðasti liturinn yrði appelsínugulur. Það er 2 krónur. Já, það er það. En það væri 56, er það? Já, ef það væri 56 kílóum. Já, það væri það 0 bara. Nei, þá væri sem sagt appelsínugulur væri 3. liturinn en þessi væri grænn og næsti blár. Hvað er þetta? Það er í skápnum, þarna glerskápnum í neðstu hillunni á rekkanum, efri rekkanum. Fjöldi 0. Fjöldi 0 er hérna 3 hérna, eða sem sagt er hér. Eða margföldunarstöðuð. Það læstu þá, Siggi? Já. Finnst maður á fyrstu 2 úr fyrsta dálkinu, eða? Já. Fyrstu 2 tölurnar les maður það bara út á litnum, frá fyrsta dálkinum. Já, og svo les maður 3 á öðrum dálkinu. Já. Og það bara að segja til fjöldi 0. Já. Það einfaldast að hugsa sér það fjöldi 0 sem kemur á eftir. Og frávikið oftast höfum við verið með gilt og það er pluss-mínus 5%. Sem sagt gull. Ef frávikið er gull, þá er pluss-mínus 5%. Þannig langalgengasta stærðin sem við höfum verið með, langalgengasta gerðin af mótstöðunum. Þessar eldri gerðir allavega. En svo eru þessar litamerkingar með 4 litum og síðan kemur frávik. Það hafa mikið að vera að koma hérna inn til okkar og þá það fyrstu 3 litirnir sem að er ein tala, já, og síðan fjöldi 0 og þá getum við hérna litið á dæmi það. Já, ok, við getum farið bara yfir á þetta hérna, þetta það sama. Og ef við skoðum til dæmis 27 kílóum, þá myndum við segja svona 27K og smettum hérna, já, þá það 2, það rauður, 7, það fjólublátt og síðan kílóum, það myndi þá vera, næsti litur væri hérna 0 vegna þess að það 3 litir sem að sýna sko tölur og síðan 2 og 0 í viðbót. Skiljiði? Já. Þetta með 4. Þetta með 4, já. Já. Svartu segir, já. 0 bara. Já, þó svo eða hefur verið 4, það bara verið 4 sem 4. En okkur redd? Nei, hérna sem sagt, það stendur red, violet, black, red. Það rauður hérna og síðan frávikið, það 2%, já, 12%, já, akkurat. Nú ef þetta væri hérna, sennilega myndum maður þá segja kannski 27,5, maður þarf að nota það þá punt sannlega í þetta, 27,5, við myndum prófa það ef það væri hægt. Já, það væri hægt að sýna það þannig og þá það 2, 7, 5 og 0, 0 kemur það þá þannig út.
þá eru þetta alveg 3 litir, skiljiði. 27,5 kíló. Það er hægt að fá það fram. Þannig að þá eru fyrstu 3 litirnir tala og 4. liturinn segir til fjölda núlla. Og síðasti liturinn er frávikið. Þá förum við áfram í þetta. Þetta er spes tafla fyrir Já, og þið fáið þessa töflu með í prófinu. Nú, svo eru til fleiri mótstöður. Það eru til línulegar stillimótstöður og við getum fundið út af því með því að stilla þær í miðju og athuga hvort að við erum með helminginn af heildarviðnáminu. Og svo eru til logaritmískar mótstöður og það sjáum við á því að ef við stillum í miðju þá erum við kannski með næstu því allt viðnámið mælt frá öðrum endanum yfir í miðju og síðan nær það alltaf nær og nær. En þetta á að vera logaritmískur ferill, er kannski ekki alveg kórréttur. Og síðan höfum við eiginbreytilega mótstöður, NTC, PTC, LDR, ljósháða mótstöðu og spennuháða mótstöðu, VDR, Volt Dependent Resistor. Er þetta á innum? Ég seti, já, þessar glærur eru komnar á innuna. Já. Og NTC, Negative Temperature Coefficient, það er neikvæði viðnámsveitastuðull, Positive Temperature Coefficient, jákvæður viðnámsveitastuðull og Light Dependent Resistor, ljósháð mótstaða og Voltage Dependent Resistor. Hvað var aftur NTC og PTC? Negative? Já, Negative Temperature Coefficient. Sem sagt að þetta er NTC mótstaðan, sem sagt hún það minnkar viðnámið eftir því sem að hitin eykst. Já, við skoðum hérna á línuriti. Ef að hitin eykst þá minnkar R-ið, minnkar viðnámið. Þá er hún N-ið stendur fyrir negativ, skilur við. Neikvæður viðnámsveitastuðull. Svo positífur viðnámsveitastuðull, hann er hins vegar í hina áttina að það eykst viðnámið við aukinn hita. PTC. Þetta er þessi bara í venjulegu ljósi? Það gerist náttúrulega í ýmsum þráðum, já, það er rétt. Og í ýmsum málmum eykst. Já, eins og til dæmis, líka í viðnámsvíri í eldavélahellu, það eykst líka, til dæmis. Já, það gerist mjög víða að sé jákvæður viðnámsveitastuðull. Er þetta algengast? Nei, það er allur gangur á því hvort það er að nota NTC eða PTC til PTC er kannski oft notað í varnarbúnað. Það breytist gríðarlega hratt viðnámið í PTC og það getur verið notað í hitavörn. Og ert þú bara að koma með spurningar í hvað er PTC notað? Já, til dæmis eða bara hvernig virkar það. Þannig að svarið geti verið bara það að það eykst viðnámið við aukinn hita, já. Eða þau myndu teikna upp svona mynd. Það væri líka löglegt svar. Og svo er það Light Dependent Resistor, þannig að við aukið ljósmagn þá minnkar viðnámið í því. Og spennuháð mótstaða, Voltage Dependent Resistor, að hún haga sér þannig að það er bara viðnámið breytist ekkert fyrir henni við eiginlega ákveðna spennu. Þá hrapar viðnámið niður. Þetta er oft notað til að verja innganga á einhver mælitæki, til dæmis bara í fjölsviðsmælum eða eitthvað slíkt. Að þá, ef spennan ætlar að fara yfir ákveðið mark, að þá
það lækkar viðnámið og jafnvel sko eyðilegst þessi mótstöð, hún bara verður leiðandi, þannig að það þarf að skipta þessu mótstöðu. Og það er til þess að verja mælinn, þá getur mælirinn verið að öðru leyti í lagi, það þarf bara að skipta þessu mótstöðu. Vart ég, já? Ég sé ekki þetta. Já, þú ert líka með makka. Ég sé ekki þetta. Já, Ha? ferð á námsnetið, nei á nýju vinnuna Já. og undir efni, Efni. Já. já, og það stendur hérna æfingapróf 1 eða eitthvað svoleiðis. Nei. Það er ekki neitt. Er ekkert undir efni í áfanganum rad 300? Ok, þá hefur það ekki tekist að setja inn á þann hóp líka. Ég geri það þá bara strax á eftir. Ég Klárum þetta. ég veit ekki hvort að ég tekst að já, við Það er fínt að fá þetta allan, þess að maður ekki fara yfir þetta. já, þið fáið þetta. Ég hélt að það væri komið sko. En hérna hefur við tákn fyrir ýmsar gerðir af þéttum. Hérna er óbólaðar þéttir og þá eru það ýmsir eins og keramikþéttar eða plastþéttar. Óbólaðir. Já, óbólaðar. Það er ekki merkt hérna plús eða mínus. Hérna er plúsmertur og líka svona. Hann er hérna pólaður þessi hérna. Þessi hvíti. Já. Og þá er plúsinn hérna. Og svo er stillanlegi þetta náttúrulega hérna. Og þetta eru mismunandi tákn. Hvað er þessi hérna út í enda? Þannig að Hann er stillanlegur fyrir verkfæri. Þá notar maður verkfæri skrúfjárn hugsanlega til þess að stilla. En þetta er stillanlegt með öxli utan á tæki. Þetta örinn þýðir það. Þú ert með takka utan á tæki, þannig að þú hefur áhrif á það. það getur bara, Já, núið, utan á tæki og breyta hann. hérna væri kannski skrúfjárn eða. Já, hérna væri skrúfjárn. Hann er svona forstiltur þessi inn í tækinu og kemst ekki að nema að opna tækið. Og hérna er bara mismunandi myndir, raflausnarþéttar hérna efst, sennilega standardþéttar hér og plastþéttar hér og kannski eitthvað sem keramikþéttar sannlega. Og hérna eru sem sagt raflausnarþéttar, ýmsar gerðir af þessi er stóri rýmd og gerð fyrir háa spennu. Og svo er hérna bara önnur útfærsla. Það er tekið hérna vírinn beint út úr endanum, báðum endum. Þá liggur hann á plötunni, en þessi gæti verið þá með þessa enda sem sagt niður. Hann er uppréttur þessi hérna. Tekur svolítið meira pláss, hærra pláss. Nú, svo er hérna high voltage keramik þéttir. Svo er eitthvað metalæst polypropylen. Það er, við erum nú svona held ég líka. Erum við að fara fyrir Og læra allir sem mörg hlutana? nei, bara muna að hérna þessi plastþéttar eru ópólaðir en raflausnarþéttarnir og tantalþéttarnir eru pólaðir. Hérna er bara plastþéttir, hann er ópólaður. Það eru merkingar hérna á þessu. DC spennumerkingar, það er ágætt að vita að það þarf að hafa ákveðna merkingu á þessu, spennuþol og rýmd, stærða í rýmd sko. Þannig að plastþéttar eru óbólaðir. Já, plastþéttar og ópólaðir. Það skiptir engu máli hvernig maður snýr plastþétti eða keramikþétti. En það skiptir máli hvernig maður tengir raflausnarþétti. Og maður þarf líka að passa auðvitað með alla þétta að setja ekki of háa spennu. Og hérna er bara svona verið að sýna mismunandi stærðir af raflausnarþéttum. Og síðan bara til gamans svona innri uppbygging á svona raflausnarþétti. Og síðan koma þessi tantalþéttar. Þeir eru pólaðir. Við sjáum hérna
plúsin hérna sem sagt, það er positív lít hérna og svo neikvæði vírinn er hérna vinstra megin. Og aðalkosturinn við þessa hérna er að þeir hafa tiltölulega mikla rýmd með hvað þeir eru hérna smáir í fyrirferð. Þeir eru fyrirferða litlir. Og við erum kannski líka að nota á einmitt í vélhjólskerfinu, það er einhverjir að nota það hérna og það þarf einmitt að passa sig á því að snúa þeim rétt, því að það er ekki víst að þeir hlaðist almennilega upp ef það er öfugt pólaðir til dæmis. Og ef við myndum setja of háa spennu á þá eiga það til að springa og líka ef það kæmi of há spenna þá geta það sprungið. Þannig að þetta eru tandaltéttar. Þannig ef við þyrftum að hafa eitthvað hérna mikla rýmd og lítið pláss og við kæmum ekki fyrir svona elektrolítískum þétti eða raflausnar þétti, svona þessum hefðbundna, þessum hérna dunki hérna, þá hentar mjög vel að geta sett tandaltétti í staðinn ef að til dæmis spennuþolið er til dæmis nægilegt, eins og hérna 35 volta spenna. Nú, já, miðað við, já, það getur verið smáir en haft talsvert mikla rýmd. Miðað við þá ákveðið, þetta er náttúrulega allt, skiptir máli að hafa þetta eins smátt, hafa svona rafeinda íhluti eins eða rafeinda bretti. Þetta er alltaf spurning stærðina, að minnka niður svona hönnun á tækjum að þau séu eins smá eins og hægt er. Þess vegna getur það skipt máli að geta nota tandaltétti í stað raflausnarþétti sem tæki meira pláss, skiljið. Þetta spara pláss og minnka umfang til dæmis prentplötu og slíkt. Þetta er svo MacBook Air-talan, hún er svo þunn á það. Já, það er aldrei við þannig að sé hægt á hana. Það getur vel verið að sé þannig þetta notaði því. En það er nú fleiri þættir sem að hafa áhrif þar. En ok, þetta er aðalega kosturinn hjá þessum tandaltétti. Þá skulum við fara yfir í hálfleiðarana. Signaldíóðan. Það er þessi hér með fleiri myndir af henni. Þessi hérna, það er svarta strikið hérna, það sýnir okkur katóðustrikið. En svo erum við fleiri díóður, afreiðisdíóðu hérna og síðan aflafreiðisdíóðu. Og við getum hugsað okkur að ef við værum með 3 fasa afreiðu þá geti það verið tengt upp á svona kælplötu í 3 fasa afreiðisbrú og þá erum við með 3 díóður kannski fyrir plúsin, þá er þessi kælplata hún er plús og hinn kælplatan er mínus, skiljiði. Og þá tengist anóðan niður í mínusinn á öllum þessum 3 en katóðan upp í plúsin, skiljiði. Síðan myndi riðströmmurinn tengist inn á þessi lóðeyru hérna. Fasi 1 hérna, fasi 2 í miðinni og fasi 3 lengst til hægri. Og þannig að því að það er hægt að fá þessar díóður með mismunandi skrúgangurinn getur verið annaðhvort katóða eða anóða. Þessar eru fyrir mikla spennu. Já, hátt bakspennuþol á þeim og mikinn straum. Þannig aðalega líka straumurinn sem er þarna á ferðinni. Og þess vegna þurfum við kælingu út af straumnum. Og hérna er sem sagt signaldíóðan sem að þið eru að nota eins og til dæmis díóð 1. Það er signaldíóð 1N4148 og hún þolir mjög lítið straum, bara 150 mA eins og eftir þessu hérna og tiltölulega lága bakspennu. Reverse voltage hérna 75 volt.
Síðan höfum við fleiri afreiðstíðar hérna og það er eins og 1N54 serían og þá erum við með mismunandi spennuþol eftir því hvað síðasta talan segir til ef við erum með 1N5408 þá þolir hann 1000 volt og svo 800 þolir þessi sem merktum á 7 600 volt þolir þessi sem mert 6 og svo framvegis 400 þessi 1N5404 við eigum mikið af þessi 1N5404 og líka 1N5408 höfum við átt en þetta er 3 ampera díóður það stendur hérna 3,0 ekki 30 passaðu ykkur á því það eru þessar díóður sem við erum með mikið í hérna brú upptengingunni á plexiglerplötunum hérna í stöðu 107 og þessar og ok, síðan eru fleiri díóður, afreiðisdíóður það er lítið svona með mismunandi form eins og þið sjáið og þá er það ýmist sko skrúfað í kælplötu eða að þessu er fyrirkomið á annan hátt í kælplötu og hérna er þetta klemt á milli inn í milli kælplatna eins og við sáum líka sko týristorna í 200 en þetta þolir já í þessu tilfelli eru þetta frá 35 amperum upp í 60 amper þessar díóður hérna Þetta er alveg háspennu já meiri straum það þola miklu meiri straum og þá erum við að tala spennuþolið er frá 800 upp í 1000 volt þessi eru 600 þeir meiri strauma þá er þetta aðeins lægri spennuþol frá 50 upp í 600 volt allavega Þetta eru díóður þetta þetta eru bara díóður bara einfaldara afreiðisdíóður stóra afreiðla upp í 60 amper ok þannig að svo sjáum við hérna brúarreiðla mismunandi hérna er bara eins og þessi hér með 4 díóðum og hins vegar er hérna 2 díóður saman í þessum kubbi þeir eru það sammerkt að þeir eru festir á kæliplötu til þess að koma hitanum í burtu annars bara skemmast þessa díóður og það er til dæmis á kæliplötum díóðurnar sem er í alternatónum hérna er sátrið í alternatónum sínt hérna og það býr til 3 fasa reiðspennu sem að við afreiðum hérna með þessum 6 díóðum og tengist hérna á plúsin á rafgeymum þetta er svona hjá ykkur í bílnum Hvað er það tengt þarna þetta er jörð sem er mínusinn á rafgeymum og hinn líka já þessi mínus hérna já það verður að tengja saman einhvers staðar í mínus þetta er bara tengt í stella á bílnum bara í einhvers staðar í bodið eða í hérna grindina Það er þetta verið í startarinn? Nei, þetta er alltaf Já, þú meintir alternatorinn, já og síðan er bara til þess að stilla spennuna út af þessu þá er náttúrulega bara sendur segulmagnastraumurinn á pólhjólið pólhjólið er bara ein spóla og svo koma sitt hvort með það er bara síðsöfum í alternatorinn Nei það er rafsegull það getur ekki í bíl í ganga en það er verið algjörlega já en segðu mér eitt hérna snýr þessi brú rétt hérna svona til gamans Nei en það væri vonlaust að útbúa afreiðisbrú með þessu en þetta var bara til gamans ég tók þessa mynda því að þetta var klaufuleg uppsetning á Ekki nema losa loðningarnar og snúa þeim við ég held að það sé ekki einu sinni loðað saman ég sé bara auglýsingamynd ég tók þetta bara til gamans Báða neðri eru skakka eða sko já sko þetta er bara allt einn hringur sko þetta er bara hringavitleysa sko jájá en þannig að En annars getur Árni meira sagt okkur þetta jájá
Hann fylgist með þessu í upptökunni seinna. Nú, svo eru fleiri hálfleiðarar eins og Zener-díóður. Og hérna er táknmyndin af Zener-díóðinni. Hún heldur yfir hérna sig spennu. Jú, hún passar upp á það að halda ákveðinni spennu hérna, regluð útgangsspenna hérna. Regulated output spennan út hérna. Hún sér hvað það er. Að halda fastri spennu hérna, til dæmis 12 voltum eða 24 voltum. Það er bara fyrir eftir Zener spennunni, hvað hún er framleidd. Já. Og síðan hérna eru ýmsar hérna útfærslur af þessu, bæði þetta er með aflmiklar Zener-díóður og minni díóður í þessu. Það líta mjög svipað út eins og bara venjulega díóður, þannig að eina sem maður getur áttað sig á þessu er bara, það er til dæmis BZX, það er svona tiltölulega til allavega þessar bláu, það eru oft merkt þar BZX, og síðan kemur hérna 12, það er mjög líklegt að þetta sé 12 volta Zener-díóða. Ok, hálfleiðarar áfram, týristorinn, hann er svona uppbyggður eins og tveir transistorar, annar PNP og hinn NPN, og svona getur hann litið út í mismunandi útfærslum, og það er alltaf gate hérna, þess að stýriskautið er sérstaklega tengt inn á hann. Hérna er táknmyndin eða útlitsmyndin líka á því. Þetta er þá hérna, þetta PNP, þetta positive. Já, þetta er P-efni, N-efni og P-efni. Af því að PNP-transistorinn, hann er byggður upp þannig. Og við skoðum það líka betur hérna seinna, þar sem að við tökum þá sérstaklega fyrir að hann til dæmis helst í leiðinni, týristorinn, þeir eru búin að senda hérna gautströmm inn á hann og opna hann. Þá byrjar þessi hérna að leiða og dregur stýriströmm hérna niður og þá helst þessi í leiðinni með því að gefa samband inn á neðri transistorinn. Inn á beisinn á hann, já. Þannig að efri transistorinn gefur ströym inn á neðri transistorinn og neðri transistorinn helst í leiðinni og heldur hinum opnum líka. Þannig að þetta er sjálfhelda. Þetta er sjálfhelda. Við fáum bara einn púlsinn á geitið og þá helst hann opinn. Þangað til að við þurfum að gera einhverjar ráðstafanir. Eins og við þekkjum úr 200 áfangan. Þú ert búinn með 200 áfangan. Já. Hann var alveg bara eins og... Hjá hverju tókstu 200 áfangan? Hjá þér. Nú, ekki á síðustu enn. Nei, semstu vor. Já. Nei, þetta er haustanna áfangi. Ég var í skólanum semstu. Já. Ok, svo eru díakinn, hálfleiðarar. Það er hérna, þetta er táknið fyrir hann og hann þarf bara ákveðna spennu til þess að fara að leiða og það gerist í báðar áttir, alveg jafn mikið. Og þennan íhlut notum við mikið í tengingu við tríekinn og þá setjum við hann hérna inn á stýriskautið á tríeknum og þá getum við fengið opnun á ákveðinu opnunarhorni, bæði við jákvæða og neikvæða reiðbylgjur. Var það tríekinn eða díekinn sem var notið til mjúkar? Nei, það var týristorinn. Það var týristorinn í mjúkrasi. Það var týristorinn. Og tíðnibreytir, það var hérna... Insulated gate bipolar transistorinn, hann var notaður í tíðnibreytana. Já, hann var líka svona... Í PV5. Ha? Já, hann er svolítið öðruvísi. Já, ok. Og við getum alveg hoppað í hann ef við sjá hann. Hann er hérna. Þetta er sá sem að hraðastýrir rafsegulsmótorum. Hérna erum við með púlsvítamótun með 6 insulated gate bipolar transistorum, IGBT. Þannig að
Hann er líka svona byggður upp sko, á svipaðan hátt sko, með hérna, einangruðu skauti hérna, eins og að fyrri hlutin er svona MOSFET og seinni hlutin er bipólar. Byggður upp þannig. Þannig að hann þolir mikinn straum hérna í gegnum sig, í gegnum kraftrásina, en það er hægt að slökkva og kveikja á hann mjög hratt vegna þess að við erum með rafsviðs áhrif hérna á innganginum á hann. Mjög hátt inngangsviðinum á hann. Ok, höldum áfram þar sem frá var horfið og það er engar... Já, hann var með geit, það kom stýripúlsinn og þetta sem leðar til korfuna sem það er. Akkurat. Þannig að þetta er riðstraums í hlutir. Já. Og við hlóðum upp þéttin og alveg sama hvort það jákvæða en eitthvað spennandi. Já, akkurat. Ljómandi. Þá skulum við skoða transistoruna betur. PNP transistorinn og NPN transistorinn. Og það sem við erum að nota í vélgæslukerfinu, það er mikið þessi PNP transistor. Og þá erum við að fá straum hérna frá plus og við þurfum 0,78 spennu, mun, niður á base og ef við tengjum rófan hérna niður þá fáum við base ströminn hérna niður sem að opna fyrir emitter ströminn og síðan kollektor ströminn hérna yfir á álægið. Og álægið var hjá okkur í vélgæslukerfinu sem sagt ljósdíóður sem að lýsa grænar eða rauðar. Og þá er þetta byggt þannig upp að við erum með P-efni, N-efnið í miðjunni og P-efni hérna neðst. Þannig að örin bendir á N-efnið og örin er alltaf á emitternum. Það er eitthvað sem breytist eitt. Og við sjáum hérna þá NPN transistorinn að N-efnið er hérna og P-efnið í miðjunni. Og örin bendir þá niður hérna út á N-efnið. Þannig að þetta er NPN transistorinn og hann þarf sko jákvæða spennu inn á base. Hann þarf base spennu og base straum hérna inn. Það er öðruvísi. Og 0,78 spennu hærri en emitterinn, þá byrjar hann að leiða og þá leiðir hann gegnum sig kraftstraumin hérna gegnum kollektorinn og hérna niður í gegn. Það datt út ein mynd sem átti að vera hérna. Það var bara einfaldur rás. En síðan er það Unity Junction transistorinn, við vorum með hann líka og tákmyndin af honum var svona og við notuðum hann til þess að gefa púlsinn á týristor líka. Og þegar að þéttirinn hafði hlaðist upp í brotspennuna þá gaf hann gegnum sig frá base 2 niður á base 1 og þá kom púls hérna inn á stýriskautið og týristornum. Og síðan af því að þetta er riðspenna hérna, volt AC, að þá lokar hann fyrir strauminn í gegnum álægið og týristorinn þegar að spennan fer í gegnum núllið. Þannig að hér er hægt að stilla hérna, og í rauninni þá er þetta stýrður afrið þannig að við fáum í rauninni bara jákvæða spennu hérna, jákvæðan straum hérna í gegnum þessa rás. Bara stýrð hálfbylgju afrið. Ok. Þannig gátum við notað Unity Junction transistorinn. Nú, sviðsváfæra transistorarnir, N-rása transistornir og P-rása transistornir. Byrjum á hérna N-rása transistornum. Hann er svipaður á NPN. Þess vegna er í bókinni svona mynd til 9.4 af þessum transistorum hlið við hlið. Að við þurfum hérna 0,78 spennu hérna, jákvæða spennu, til þess að opna NPN transistorinn. Og N-rása transistorinn, hann þarf hátt skildi líka. Hann fær bara hérna allir, bara plus 5 volta spennu inn. Þessa transistora erum við að nota í AC-rásunum. Þannig að við reynum að hérna bera saman virknina á þessum og tengja virknina saman. Þannig að þá munum við hvernig þessi N-rása transistorinn, hann virkar eins og NPN, nema hann kannski fær hærri spennu inn á sig. Það er eini munurinn, af því það er rafsvið sem að stjórnar hann. Stjórnar í hvort hann er leiðandi eða lokaður.
og við höfum ekki farið neitt dýpra í það í þessum áfanga því að við þurfum bara að fara í öðruvísi efni. Síðan að Pearson-transferinn, hann þarf alveg akkúrat öfugt með að við hins vegar vorum að skoða, eins og þessi sem við erum að nota, PNP-transferinn, hann þarf lágt gildi hérna, vinstra megin við base viðnámið, þá tengjum við niður í 0 eða mínus á rásinni, 0 loftaspennu, og þá leiðir hann á fullu. Þá leiðir hann base strömmin hérna niður og þá kemur emitter strömmur hérna á kolströmmur. Og sama með þennan, ef við fáum lágt gildi hérna á Pearson-transferinn, þá leiðir hann á fullu hérna út á útgang. Þannig er það. Pearson-transferinn, hann leiðir þegar er lágt gildi, en Endrason-transferinn leiðir þegar er hátt gildi. Er það ekki það? Er það taka upp? Já, ég er taka. Ó, frá. Þú setur það inn líka? Já. Og síðan í ECR-rásunum 4093, þar erum við með Smith-trigger á inngangunum. Það þýðir það að spennan þarf að fara upp fyrir eitthvað ákveðið mark til þess að teki mark á því að sé komið hátt gildi. Og þá, það er eins og B-línan sýnir. Þá verður hátt gildi hérna og svo þarf spennan að fara niður fyrir ákveðið mark til þess að komið lágt gildi. Og svo verður inngangurinn aftur, það verður tekið mark á að inngangurinn verður aftur hár þegar að spennan er komið upp fyrir hérna grænu línuna. Og þessi truflun hérna, hún hefur ekkert áhrif á 4093 rásina með Smith-trigger eins og þessi B sýnir, því að hann segir bara það er bara ennþá hátt gildi. Þannig að þetta er til þess að minnka það að truflanir hafi áhrif inn á rásin. Þetta er eiginlega munurinn á ECR-rásinni 4093, það er B eins og við erum að nota á innganginum þarna á vélgæslukerfinu. En hins vegar vorum við með til dæmis í rökrásum 100, þá vorum við að nota rásina hérna 4011. Þar voru líka svona nandlið, en þau eru ekki með Smith-trigger. Þannig að þau eru að flökta svona miklu meira heldur en hér. Og þá kemur fram þetta flökt á þeim. Þar er bara... Þetta er svona tegningu, hvort það sé svona Smith-trigger á þeim. Það er bara númerið á rásin. Já, það er bara númerið sem segir það sem... Já, já. En þetta er bara að sýna til að þið skiljið hvað er Smith-trigger. Þið eru örugglega að meta líka í véltækni 212 og fleiri stöðum. Að umfjöllun Smith-trigger. Í véltækni 212. Þetta er bara almennt mæltæki og eitthvað slíkt. En ok, þannig að síðan erum við náttúrulega að nota NOR-rásir og við erum að geta búið til dæmis NAND flip-flop og NOR flip-flop með svona rásum og það gerum við með einmitt í vélgæslukerfinu. Og svo vorum við að tala um IGBT-transistorinn sem við notum í það að púlsvítamóta spennu út á AC-mótor og þryggjafasa registrasjónsmótor og púlsvítarmótun heitir þetta, pulse width modulation heitir aðferðin við það að búa til þessa þryggjafasa spennu sem er búin til úr jafnspennu, oftast úr kannski 540 V jafnspennu hérna innanhús. Þá getum við gefið honum 400 V spennu út riðspennu. Já. Við búum til riðspennu með því að púlsvítamóta spennuna hérna frá jafnspennu. Það er hægt að vera með afriðil sem er einfasa inn og svo þryggjafasa út ef hann er ekki fyrir of stóran mótor. Ég man ekki, kannski þetta kannski upp í svona 4 kW sem er hægt að fá einfasa inn og þryggjafasa út. Er það þá svona búið? Já. Já, ok. Og er það þarna gate-drive, það er þá stýrið þá sem fyrir opnin á... Já, já. Það er
til þess að stjórna því hvenær þeir eru að opna og loka. Og þetta sem sagt fórum við í 200 áfanganum. Já. Getur verið að sé þetta bara að það er Já, akkurat. Svo eru holleðarar, fleiri áfram. Það eru hérna inn í svona IC-rásum sem eru ljóstengi. Og þá erum við að lýsa hérna með ljósleiða á ljósnæman flöta á transistor. Þá er þetta ljóstengi með transistor. Þannig að við getum til dæmis verið að fylgjast með hvort það er spenna á einhverju spennukerfi, til dæmis á 230 voltum eða 400 volta kerfi, og fengi það til dæmis sem merki inn á vélgæslukerfið okkar. Þannig að viðvörunarrófin kæmi þá hérna milli 5 og 4 í gegnum transistor. Og síðan getum við að nota þetta sem tengingu út á hverfiljós og flötu. Þetta er að tengja hérna frá transistor gegnum ljósdíóðu sem að lýsir á ljósnæman flöt hérna á træk sem er þarna inn í þessu ljóstengi. Og þá getum við sett út á stærri træk, kveikjum á honum og kveikt á hverfiljósi og flötu. Þannig að þetta einangrar spennukerfin. 230 volta spennukerfi frá 5 volta spennukerfinu. Það er tilgangurinn. Það er ekkert ramlæst samband hérna á milli þessa staða. Svo eru það aðgerðamagnararnir og þetta er kuppur með aðgerðamagnara í og það er sem sagt mínusingangurinn, þristurinn, plúsingangurinn, þristurinn og sexan er útgangurinn og svo höfum við hérna formúluna fyrir spennuna út. Ef við vitum spennuna inn þá getum við reiknað spennuna út og þá þurfum við að vita stærðirnar á viðnámunum, R2 og R1 og mögnunin er sem sagt þá hlutfalli hérna R2 deilt með R1. Þannig þetta er spennumögnun sem er framkvæmt þá með þessum aðgerðamagnara hér. Og við getum notað þetta í til dæmis að magna upp spennu frá heitarafaka, þermokoppl sem sagt, og gert örlítið millivatta spennumerki að stærra spennumerki út. Og þá getum við tengt það áfram út á plúsingangin hér og fengið þetta síðan sexuna hérna út á vélgæslukerfið okkar inn á í staðinn fyrir viðvörunarrófa. Því að það er í rauninni háttgildi eða láttgildi þar inn á, hvað sem er. Nú, aðgerðamagnarinn getur líka verið notaður hérna í að bera saman þessi merki hér, ákveðið markgildi hérna sem er inn á mínusinganginum, þeimur, og raungildi sem að kemi inn á 3. Þannig að ef að spennan verður hærri á inngangi 3 heldur en 2 verður útgangurinn hár, þess að 5 volt. Hins vegar ef að þristurinn er lægri heldur en tvisturinn þá er hérna lágt gildi út. Svo að við skoðum þetta kannski dæmi þetta í prófi, sýniprófi. Svo hefur við spennureglin, 78 seríuna, positífur og 79 seríun neikvæð og þetta er 78 serían, 12 volta og þarna vorum við að skilja eftir gáruspennuna fyrir framann og byggum til alveg hreina jafnspennu út af spennureglinu. Og svo erum við með ýmsa fleiri hagnýttar rásir, hálfbyggjaafröðun, heilbyggjaafröðun, þriggjafasaafröðun, Darlington tengingu transistorana, þið kannski munið ekki hvernig það var, ljósstefur með DQ3, það vorum við að skoða aðeins, og síðan erum við náttúrulega með minnistátt NOR og NAND flip-flop. En þá ætlum við að skoða bara aðeins hérna dæmi svona próf, æfingapróf og
aðeins varðandi hérna Darlington tengingu, þá væri ekki úr vegi að svona að sýna hvernig þetta er. Svona, það eru tengdir svona tveir transistorar saman og þau fá mikla straumögnun. Munið ekki eftir þessu? Ég rammar í það. Já, þetta er Darlington tenging. Að hafa þetta gefst náttúrulega ekki til skila núna, en við myndum ná allavega einhvern tímann þessu inn hérna. Svona, hefa hérna til góða fyrir seinni tíma. Ok, og þá er það æfingaprófið hérna. Hvað er þessi aðferð við afriðun kölluð? Nei, heilbirgjaafröðun. Já, allt í lagi. Já. Þetta er alveg rétt, þetta er heilbirgjaafröðun. Og bara ein fasa, heilbirgjaafröðun. Og hvað myndum við nota marga díóður jafnaði við þetta? 4. Já. Við höfum aðeins verið að nota 4 díóður í þetta. Það sem að væri hægt að nota sko spennis tengda það er 2 díóður og spennir og nota svo miðúttaki á spenninu til að tengja inn á álagið. Það er ein aðferð líka. En hérna við kynntum hana í rafmagnsdækni 102. Það er farið aðeins í það, en það er ekki bara til að minnast á það er líka til. Og þá erum við bara með 2 díóður og miðúttaki á spenni. En svo er spurt hérna hvaða straum og spennu sína mælarnir, að hvernig er díóðan tengd. Þarna erum við að fjalla díóðu í jafnstraumsrás. Svo er 31,3 volt. Já, það er spennumælirinn sýnir þá spennugjafarspennan mínus spennufallið yfir díóðana. Það reiknum ekki með spennufallið yfir afturmælinn. Nei, einmitt. Já. Það bara hérna mínus 0,7. Já, akkurat. Það er aðeins saman sem Það er 31,3. útdeilt með R. Já. Þá er það spenna sem við reiknum hérna út. 31,3. Já, deilt með 22 ómum og þá verður þá straumurinn. Akkurat. Það er einfalt mál. Svo gæti díóðan snúið öfugt. Þá erum við með, þá sýndi mælirinn 32 volt. Já. Nei, þá er þetta sem er 0 volt fyrir ég. Já. Þú myndir hindra straum. Já. Það væri ef hún fær í sundur mótstæðan, þá myndi sem Allt í lagi. Hérna, svo hérna 3, þá ættum við að finna út hérna stærðin á þessari mótstöðu. Hérna erum við með 4 liti sem að sýna stærð og síðasti liturinn hérna, 5. liturinn er frávikið. Þannig að það er grænn, blár, rauður og síðan er appelsínugulur. Þannig að það er hérna 56,2 kíló. Já, það er málið. Og þetta er 2%. Tolerance. Já, það er þetta hér. Já, 56,2 kíló. Eða hvað? Nei, 562 kíló, af því að þú ert með 3. Þetta er orange. Orange er 3,0 í viðbót. Já, 562 kíló. 562.000 ohm. Já, það er málið. Akkur held að það væri 56,2. Ég veit að hann var eitthvað áðan með þetta komma.
Já, ég var eitthvað að rugla ykkur á þann. Já. Já. En þetta er hins vegar svona. Við, svo hérna ein smá auka spurning fyrir hvað stendur skammstöfunin IGBT og í hvaða tækjum er þessir íhlutir notaðir. Já, maður munur bara IGBT. Já, insulated gate bipolar transistor. Já, bipolar transistor. Hvað sagði þið? Insulated gate Bipolar. Já, tolerance. transistor. Já, insulated gate bipolar transistor og þetta er notað í hraðastýringum fyrir þriggja-fasa reiðstöðsmótora. Þetta er notað í hraðastýringar. Og hérna er táknið fyrir IGBT, þið fáið það líka með. Og svo er hérna, hvað á mælirinn að sýna ef afriðillinn er í lagi? Og ég held að ég geti nú ekki teiknað eina þessa. En það verður langbest að teikna myndina af afriðillunum sem að væri inn í þessu. Til þess að átta sig á þessu. Og hafa þessa mynd til hliðar, til hliðsjónar. Kannski er hægt að taka myndina héðan frá var einhvers staðar hérna hérna þessa mynd hérna. Það er alveg hægt að taka þessa og komin í hérna yfir, er það ekki hægt? Úps, lendir hérna aðeins, fá hana fljótandi. Hvert flýtur hún þá? Alveg upp í, já hérna, fínt. Og þá erum við að sjá það að það er verið að tengja mælinn inn á hvað? Sko AC er það sem tengist frá hérna AC spennugjáfan, sjáu þið, hérna. Til dæmis, ef það er tengt hérna inn á og hinn er tengdur í mínus. Hvar er mínusinn? Vinstara megin það ekki? Já. Þannig að mælirinn tengist með pluspólinn frá mælinum, þannig að plúsin er að reyna að þröngva sér hérna öfugt í gegnum díóðana til mínus. Þá var einhver endalaust óendanlegt. Já, óendanlegt viðnám. Óendanlegt viðnám. Díóðan er bakspennt. Ef afriðillinn er í lagi, þá er þetta þannig að mælirinn sýnir óendanlega stórt viðnám. Ok. Síðan þetta, hvað kallast mótstaðan? Þetta er ljós. Já. Ljósháð mótstaða. Ljósháð mótstaða, já, alveg, LDR, já. Light Dependent Resistor, ljósháð mótstaða. Síðan hvað síðan að mælindar á myndinni ef að spennugjafurinn er stilltur á 15 volt. Þarna skjalið sem að ég sendi, já, ég sendi inn á 1 hópinn. Ég þarf að reyna að senda þetta aftur. Ég sendi þetta þá inn á 2 hópinn, líka þá rétt. Það vantaði þessa spennu inn á myndina, því að myndin var svo stór. Þannig að hérna, já, hann er stilltur á 15 volt, þannig að þessi mælir sýnir 15 volt og síðan er spennan 9 volt. Hvað því sýnir þá þessi spennumælir? 9 volt. 9 volt, alveg rétt, já. Og hvað er þá spennufallið yfir R hérna? Já, mismunurinn á því, það er 15 mínus 9 volt. Já, það er mismunurinn. Og til þess að finna át strauminn hérna, þá er það spennufallið hérna yfir, deilt með stærð mótstöðunar. Þannig að þá er það 9 mínus, þá er það... Nei, það er 6 volt deilt með já. 1,2. 1,2 kílóohm sko. Já, 1,2. Já, kíló. 1200. 1200, já, akkurat. Ok. Þá er það komið það. Þetta er þessi, þá erum við búin að skoða hvernig sendíðan er í notkun. Og hér er spurt hérna spennu, hvað sýna spennumælarnir. Og við skulum endilega skoða stöðu rofans, að rofinn tengist hérna upp í plús. Ef það er hátt gildi hérna inn á base á transistornum,
þá er sama spenna á base og emitter, þannig að transistorinn hann er ekki leiðandi, það er engin base emitter spenna, transistorinn er lokaður, hann leiðir ekki neitt. Það er 5 volt hér, 5 volt hér, þetta er PNP, alveg eins og þið eru að nota í vélgæslukerfinu. Já, þannig að ef það er rofinn tengir upp í plus hérna, þá fær hann 5 volt spennu hér, plus 5 volt hér og líka 5 volt hér, þannig að transistorinn er lokaður. Það er sem sagt 0 volt hérna á þessum mæli, það er 0 base strömmur, það er engin strömmur hérna, það er ekkert spennufall hér og hérna er sennilega bara 5 volt líka. Það er 0 og 11 nema 5. Já, þessi U5 er 5 volt. Allir hinn 0. Já. Akkurat. Ok, svo er það 9. Hver er spennan á útganginum og þá notum við formúluna sem að við vorum með hérna. Ég læt ykkur fá formúlublaði í þessu og það er þessi formúla hérna hér. R2 deilt með R1 sinnum U-in og U-in var gefin eitthvað ákveðið hérna og þá er það margfaldað sinnum þessi mögnun hérna sem er hlutfallið á þessum viðnáma stærðum. Það var þetta 10 til 30, myndu þið þá nota? Já, þetta var hérna í dæminu var gefið ákveðin spenna, 23 millivolt. Okay. Já. Er þetta mínus framar hlutfalla? Já, sko nú sjáum við að spennugjafinn þegar þið farið að tengja þetta upp hérna, þið gerir það í multisim-forritinu, að þið snúið spennugjafinn svona. Plusinn fer hérna í mínusinn og mínusinn kemur hérna upp á R1. Af því að þessi hérna, mínusinngangurinn, tengist hérna inn á, þá er spennunni snúið við. Ja, við erum að fá hækkandi spennu út ef við fáum hækkandi spennu hérna. Eða þess að meiri mínusspennu hér, þá fáum við hærri spennu út. Ertu með svarið að það? Nei, þú bara margfaldar 23 sinnum, hvað er hérna, það er 1 megaohm deilt með 10 kiloohmum. Þú getur reiknað það út, Árni, það er ekkert mál. Já, R2 deilt með R1, 1 megaohm deilt með 10 kiloohmum. Það er 23 volt. Nei, gefur 2,3. Æja, það getur alltaf verið... Hlutfallið er 1 sinnum 10 í hérna 10. Já, ok. Já, þetta er sinnum 0,023 volt, skilurðu. Þetta væri 230 mega. Nei, ekki láta svona, Árni. Er ekki R2 deilt með R1? Jú. Já, það er 1000. Já, það færir kommuna til. Það var 1000 sinnum, er ekki milli að það ekki orkið hjá 1000? Nei, það er 1000-asti, já. Það var ekki 23 millivolt sinnum 1000? Er það ekki? Answer sinnum. Jú. Milli orkið hjá 1000? Já, við fengjum þá ekki hærri, já, við fengjum í raun ekki hærri spennu heldur en 5 volt hérna á. Já, ok. Já. En, 10K, 1 mega. Er ekki það sem, það er 10 sjötta? Já, þetta er... 10 kíló? Nei, já, 1 10 mega. kíló. Nei, 10 kíló. Já. Siggi, Já, ég fæ það er ekki 100, það er 2,3. Já, þetta eru 2,3 volt. Þetta eru 2,3 volt, Árni. Ég fæ það ekki. Nei, reikna þetta þá. Já, ég er að reikna þetta. Ok, Ha. já, reikna þetta þá betur. Hver er munurinn á þessum mótstöðum? Þegar önnur er stillanleg með takka utan á tæki, en hinn er forstillt inn í tæki og gert með verkfæri eins og skrúfjárni. Þessi hérna, þessu T hérna. Ok. Og svo er
er spurt hérna hvaða tegundir í þessu lista eru ópólaðir þéttar. Ópólaðir, atriði það. Keramik þéttir er ópólaður og polyester þéttir, það er svona plastþéttir, hann er ópólaður. Er þetta bara eitthvað sem maður á að kunna? Já, það er alveg mjög nauðsynlegt fyrir að vita það. Til dæmis hvernig átt að snúa, hvort það skiptir máli hvernig tandalþétturinn snýr og raflausnarþétturinn snýr, það skiptir máli hvernig það snýr. Ef þetta skiptir þétti einhvers staðar, þú verður að skoða. Það bara vissir. Það springur bara. Er þetta svarið eftir að það gerir polyester eitthvað? Já, og keramik þéttir. Og keramik. Já. Síðan lýstu muninum á núllpunktstýringu og fasastýringu við tríak. Nefndu dæmi notkun í báðum aðferðum. Ok, já, þetta er bara út 200 áfanganum. Núllpunktstýringin, það er raunin bara af-á-stýring. Það er dæmið bara rafofna, að kveikja og slökkva á rafofnum, af-á. En fasastýring dæmið bara þá ljósstýring, bara dimmerstýring, já. Það er þetta að klippa riðbylgjuna, en þú ert ekki að klippa riðbylgjuna í núllpunktstýringu. Það er bara zero voltage switch. Ok, það er mismunurinn. Og svo er hérna bara síðasta atriði hér, hve mörg volt. Það er spennandi 3 að vera til að fá hátt gildi næstu 5 út á pinna 6 úr samanburðarmagnaranum. Með að skrifa hvað 5 gildi eiga að vera hérna í auðureitunum í töflunni og vantar hérna í þetta dæmi að miða við að spennan þarf að vera hérna 0,1 volti hærri heldur en á þristinum heldur en á tvistinum. Ég miðum við það. Ég sett það inn í önnur dæmi. Spennan á hérna pinna á inngangi 3. Í 3 verði 0,1 volti hærra en á inngangi 2. Já. Þetta er bara ómslögmál. Þetta er bara ómslögmál. Já, ok. Já. Og hérna, þið eru með það hérna þið eru með hérna þessa rás hérna og hvernig aðgerðarmagnarnir virkar. Þið þekki alveg í smáatriðum hvernig aðgerðarmagnarnir virkar. Vegna þess að ef inngangur, plúsinnggangurinn, inngangur 3, verður hærri heldur en mínusinngangurinn, þá verður útgangurinn hár. Það stendur hérna. Já. Þetta verður á formúlublaðinu að U3 er hærri en 2, U3 er hærri en U2, þá verður útgangurinn U6, 5 volt eða háttgildi rökkrásarlega séð. En ef að U3 er lægri en 2 þegar það er kalt, þegar NTC er kalt, að þá verður útgangurinn U6 lágt gildi eða eitthvað lágspenna, eitthvað 8 volt eða eitthvað svoleiðis. Ég er það þessi punktar líka, er hún bara til þess að sína að þetta er tengt hérna með vír eitthvað út í eitthvað lengra í burtu. Já, ok. Þetta getur þess að það bara verið viðnámið beint ofan í pröntflótuna eða í rauðborðið. Þannig að þetta er bara ómslögmálið. Sko, ég meina, finna bara heildarviðnámið hérna fyrst og síðan finna strauminn, það er 5 volt að spenna og ómslögmál segir að við getum fundið út heildarstrauminn hérna niður út frá spennunni deilt með heildarviðnáminu, þá fáum við straum hérna niður og við gerum ekki ráð fyrir að reikna með neinum straum hérna inn á þennan inngang því að þetta er svo háómskur inngangur hér og við gerum ekki ráð fyrir neinum straum. Ég segi bara þetta er straumur hérna í rásinni. Þetta er það miklu meiri straumur heldur en hérna eitthvað inn að þessi straumur skiptir engu máli, við tökum ekkert tillit til hans. Og þannig að við notum þann heildarstraum til þess að margfalda sinnum 10 kΩ mótstaðan og þá fáum við hérna U2. Það er bara spennan hérna U2 er bara
í heildar sinnum þetta viðnám 10 kíló. Og sama gerum við til að finna U3 þá notum við bara 15 kíló sinnum Já, straumurinn sem við erum búin að finna átt. Já, nákvæmlega. það er sæðustraumur. Það er þá við kalda skiliði sko. Og þá sem að þegar við skrifum niður hérna spennuna U2, hún er svo sama náttúrulega, hún breytist ekki neitt. Þetta er bara eitthvað markgildi sem er fast. Bæði þegar að NTC viðnámið er kalt og heitt. Og svo þegar við höfum svo spennuna þegar það eru heitt, þá höfum við spennuna 0,1 volti hærra heldur en hærri spennu heldur en á tvistinum og þá verður útgangurinn hár og þá reiknum við út viðnámið á NTC. Þetta er barnaleikur, þetta er ómslamálið í öllu sínu veldi. Þurfum við ekki að geta greina NTC viðnámið? Jú, það breytist við ekki. Jú, það breytist. Þið getið reiknað út hvað er viðnámið í því þegar að spennan er orðin hærri heldur en á tvistinum. Við eigum að taka sem sagt þá að spennan verður að vera hærri á þristinum til þess að útgangur verði hár. Spennan verður hærri á þristinum heldur en á tvistinum. Og við tökum það þegar að spennan er orðin 0,1 volti hærri á þristinum heldur en á tvistinum. Og reikniði nú. Nei, við erum búinir. Já, gangi ykkur vel. Prófið verður eftir viku á sama tíma.